Mig langar að spyrja þig spurningar úr Biblíunni í 2. Konungabók, kafla 2, versum 9 og 10. Þar sem segir: En þeir voru komnir yfirum, sagði Elía við Elísa: Bið þú mig einhvers, ég megi veita þér, áður en ég verð numinn burt frá þér. Elísa svaraði: Mættu mér þá flottnast 2 hlutar af andagift þinni. Jæja, við skulum hafa í huga, systir, að þeir voru spámenn. Þeir voru spámenn, þannig að Guð hafði þegar opinberað Elísa að hann myndi taka Elía, og þess vegna fylgdi Elísa honum án þess að víkja frá honum. Við hann sagði: Ég verð að grípa blessunina þegar Elísa sá að Elía var maður Guðs, spámaður sem hafði mátt Guðs, og að andi Guðs kom yfir hann til að gera kraftaverk og til spádóma. Þá sagði Elísa: Ég ætla að gera þá bón, að þegar hann fer upp og tekinn í návist Guðs, það sem hann hefur frá Guði verði fært mér, það var þessi tvöfalda hlutdeild andans. Þess vegna bað Elísa Elía og sagði: Ég bið að tvöföld hlutdeild anda þíns verði yfir mér, en það var andi Guðs, máttur Guðs. Til dæmis, ef Elía hafði 10 gjafir, segjum það svona, 10 andlegar gjafir, þá sagði Elísa: Þessar 10 gjafir sem hann hefur verði færðar mér, þannig að það tvöfaldast við það sem ég hef frá Guði, og það sem hann hefur frá Guði kemur yfir mig, þar þessi tvöfalda hlutdeild, og það var það sem hann vildi, að máttur Guðs kæmi yfir hann. Þess vegna sagði Elía við hann: Erfiða hlut hefur þú beðið. Það mjög erfitt það sem þú biður mig við að Elía gat ekki sjálfur gefið Elísa tvöfalda hlutdeild af anda Guðs. Hann var jú mannlegur. Sá eini sem getur gert slíkt Guð sjálfur. Samt setti Elía honum ták. Hann sagði: Jæja, ef þú sér mig þegar ég verð tekinn burt, þegar ég fer í návist Guðs, og þú sér það, þá mun Guð örugglega uppfylla þann löngun þína, og þess vegna var það að Guð vildi, og gaf Elísa þessa löngun, þennan ásetning. Við segir að þegar Elía hóf að fara upp til himins, þá sá Elísa hann, og þá hrópaði hann: Faðir minn, vagna Ísraels og riddarar hans. Hann lýstið við sem hann var að sjá í sín. Þá skildi Elía að Elísa var að sjá það. Hann var sannarlega vitni. Og það segir að yfirhöfnin, möttullin, féll af Elía, og Elísa tók hann. Og með þeirri yfirhöfn kom tvöföld hlutdeild andans yfir Elísa, og þaðan í frá hóf hann að gera kraftaverk. Það var það sem gerðist. Og systirinn spyr hvort að við getum gert þetta. Þá byrjum við á því að muna að þeir voru 2 menn Guðs, spámenn sem Guð hafði þá meðal Ísraels til að spá fyrir við þrjósku og vantrúaða fólki. Í dag höfum við heilagan anda og höfum andlegu gjafirnar. Flest okkar, Drottinn hefur gefið okkur, samkvæmt fyrirheiti, heilagan anda eða gjafir sem hafa enn ekki birst hjá sumum. En Drottinn hefur þegar gefið þær og hann býst við að hver og einn biðji og hreinsi hjarta sitt vel, svo að þessar gjafir geti byrjað að virka og starfa í hverjum og einum. Svo í dag getum við ekki sagt við Drottinn: Ó, gefðu mér tvöfalda hlutdeild af andanum, nei. Í dag segjum við Drottinn: Drottinn, gefðu mér andlegu gjafirnar. Fylltu mig af anda þínum, fylltu mig af mætti þínum. Fullkomna andlegu gjafirnar í lífi mínu, svo ég geti unnið með þeim á fullkomin hátt, svo að það sért þú sem nota mig. Þetta það sem við getum gert í dag, en ekki biðja lengur tvöfalda hlutdeild, við það var á þeim tíma spámannanna. Í dag höfum við heilagan anda og loforðið sem Drottinn gaf. Allir munu hafa andlegu gjafirnar, þeir munu starfa, þeir munu þjóna Drottni. Það segir að hann hafi sett í kirkjuna margar gjafir til þess að fólk vinni með þær andlegu gjafir. Þannig að í dag biðjum við Drottinn sjálfan að fullkomna okkur og gefa okkur margar gjafir til að vinna, til að boða fagnaðarerindið, til að biðja fyrir fólki og til að þjóna Guði. Þannig að í dag þurfum við það ekki. Jæja,